Í ráðgjöf og við stuðning þá fær viðkomandi hvatningu til þess að vera við stjórn í sínu lífi í staðið þess að láta krabbameinið stjórna lífinu. Nú það er líka að fá leiðbeiningar til þess að tala við læknin og taka þátt í meðferðinni, tala við heilbrigðisstarfsfólkið. Það getur verið fjármál sem þarf að leysa úr eða önnur réttindamál. Í ráðgjöf er hægt að fá hjálp við öll þessi atriði. Það er líka að fá leiðbeiningu hver getur maður leita. Það er ekki víst að viðkomandi ráðgjöf hafi lausn á öllum málum en hún veit hvar er hægt að fá lausn á málunum. Margir geta veitt stuðning en það er ekki allir sem geta veitt stuðning á öllum tíma. Þeim líður kannski illa sjálfum og eru bitrir og reiðir og þá er tilhneiging til að þeir taki meiri orku frá viðkomandi í stað þess að gefa orku, en það er einmitt í stuðningsnetinu, í stuðningsneti Krafts sem maður fær orku frá hinum sem eru búnir að fara í gegnum ferlið, að greinast með krabbameini eða vera aðstandur, og það er svo gott við netið að fá þessa auka orku frá öðrum sem eru svo tilbúnir til þess að gefa hana. Ég heiti Ragnheiður Alfreðsdóttir og ég er hjúkrunarfræðingur á ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins og vinn í nánu samstarfi við Kraft, en Kraftur er stuðningshópur innan Krabbameinsfélags Íslands. Ég veiti fræðslu, ráðgjöf og stuðning hjá Ráðgjafarþjónustu Íslands og sinni fyrirlestrum, bæði í Reykjavík og út allt land og fræðslu og tek þátt í að markaðssetja og kynna ráðgjafarþjónustuna.